Allt áætlunarflug hingað til Sauðárkróks lagðist af nú síðustu áramót og framtíð þess í uppnámi. En Skagfirðingar eiga sér þann draum að þessi völlur verði varavöllur í millilandaflugi. Við náttúrulega erum að vonast til þess að það verði hérna áfram áætlunarflug. Það náttúrulega það sem við höfum lagt gríðarlega mikla áherslu á og leggjum ennþá að ríki komi og setji Sauðárkrók inn í þetta ríkisútboð sem verður núna í vor. Og við fáum hérna áfram tryggt áætlunarflug vegna þess að það náttúrulega það sem að þetta snýst að vera með þennan flugvöll hérna, að við getum tryggt þeim fyrirtækjum og íbúum þá þjónustu sem að okkur finnst eigi að vera sjálfsögð í sveitarfélagi þessari stærðargráðu, það að sé hér áætlunarflug til og frá staðnum. Síðan höfum við náttúrulega verið að skoða aðra leiðir í þessu, við höfum verið að skoða það og með það hvort að þessi flugvöllur hér sé heppilegur til þess að verða millilandaflugvöllur og varaflugvöllur eins og nýlega formaður félagsatvinnuflugmanna benti á að þetta væri þá vanlegasti kosturinn í staðinn fyrir Glasgow. Og það eitthvað sem hefur náttúrulega verið rætt hér í sveitarfélaginu í áratugi og var komið mjög langt með á sínum tíma en menn féllu nú frá þeim hugmyndum þegar Egilsstaðaflugvöllur var gerður að varaflugvölli. Þannig að okkur finnst tilvalið að dusta rykið þessum hugmyndum og skoða það í alvöru hvort að þetta sé ekki bara möguleiki að við getum gert þennan flugvöll að varaflugvölli fyrir þá millilandaflug. Hverju myndi það breyta fyrir þetta svæði? Það myndi náttúrulega styrkja þetta svæði gríðarlega og náttúrulega kæmi hér inn með mikla uppbyggingu á þessum flugvölli. Það þyrfti væntanlega á þess að ég þori nú alveg að fullyrða að okkur sýnist að við þurfum að setja burðarlag á hann og malbygga hann. Það þarf þá að stakka hér flugstöðina og það einhver atvinnustarfsemi í kringum þetta. En menn hafa nú verið að horfa á það líka að það sé nú kannski óeðlilegt að koma með alla ferðamenn til landsins á einn punkt og Akureyringar og Eyfirðingar hafa nú gert skurk í því að reyna að fá til sín ferðamenn þangað sem bara mjög gott. Og þetta þá bara klárlega styrking við þá hugmyndafræði að reyna að dreifa ferðamönnunum landið og gæti þá þjóna sem varaflugvöllur fyrir Akureyrarflugvöll ef hann yrði lokaður. Þannig að ég held að fyrir Norðurland allt og landið yrði þetta bara mjög vænlegur kostur. Einhvern tíma var talað að hann væri aðeins úr stuttur. Getið þið lengt hann? Já, það þetta lengja hann í báða enda. Ég veit að það viðkvæmara að lengja hann hérna til suðurs. Auðvitað hægt að lengja hann hérna út til norðurs og annarkvort færa veglínuna undir eða bara einfallega að loka meðan flugbrautin í nýtingu. Þetta eitthvað sem þyrfti bara að skoða. En samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum núna þá okkur tjáð að völlurinn sé nógu langur eins og hann Að það þurfi ekki að lengja hann vegna þess að vélarnar í dag eru bara komnar á þann stað að þær þurfa miklu styttri flugbrautir en mann þurftu þegar þetta var til umræðu á sínum tíma. Þannig að allavega eins og ég segi þær upplýsingar sem við höfum eru þær að það þurfi ekki að lengja völlinn.